góðan daginn. Þá hér smá yfirlit yfir Canva og hvernig maður á að bera sig að þegar maður að byrja. Í fyrsta lagi þá þarf maður náttúrulega að slá inn slóðina canva.com sem kemur hérna uppi. Ég búin að gera það, þannig hún kemur hérna. Síðan þetta það sem kemur upp væntanlega þegar þið hérna byrjið. Og ef þið eru ný, að þá þurfum við að gera sign up sem hér. Ef þið hafi verið áður, að þá getið þið gert login. Það hægt að logga sig inn á 3 vegu. Það hægt að nota annarkvort fara inn með Google eða fara inn með Facebook eða nota e-mail og þá setja inn password. Ég fór þá leið í upphafi að logga mig inn með Facebook þannig að ég held því bara áfram og ég ekki skipta mér að hvernig þið viljið logga ykkur inn. Þið gerir þetta bara eins og þið viljið. Þannig að ég skelli mér hérna þá inn á Facebookina, inn á hérna þetta forritið og þá ég komin hér á aðalsíðuna og hér vel ég ef ég ætla að fara að búa til eitthvað nýtt. Hér heimasíðan og þar eru allt það sem ég hef gert, þar eru templates, þar eru myndir, hluti af þessu bara í greittu útgáfinni sem minnum á það að þið verðið að velja. Ef hún býður ykkur upp á að velja hérna work, þá veljið ekki work þegar þið eru að skrá ykkur inn. Vegna þess að það apparati sem að maður borgar fyrir. Þið ætla ekki að fara yfir í þann. Maður svona venjulega þá þarf maður ekki að nota það. Það ykkur þeir sem eru bara nota það mjög mikið. Hér eru hérna möppurnar sem þú getur haft. Það eitthvað nokkra möppur sem maður getur haft í þessar ókeypis útgáfu. Og hér ef ykkur hefur hérna vistað með manni og unni með manni, það hægt líka. Hér allt það sem ég hef upplótað úr tölvunni minni, sem sagt náð í myndir og sett yfir í Canva. Og ég hef sjáið hérna einhverja tvær hérna möppur af því að ég held að sé ekki boðið upp á meira heldur 2 möppur þegar maður með þessa ókeypis útgáfi sjáði. Þá ég með hérna 2 sem eru mínar prívat möppur. En síðan get ég náttúrulega gert hérna upplóðstrass og eitthvað svona dót. En ok, ég fer aftur yfir á heimasíðuna. Hún lítur svolítið út svona, hún virkar ferlega klúðusleg, eða ekki klúðusleg, hún virkar svolítið mikil. En hún í raun og veru bara, sem sagt, hér ég að fara að búa eitthvað til og hér líka. Hér flokkarnir sem ég get valið úr og sjáðu örina hérna til hliðar að þar get ég haldið áfram og fundið fleiri flokka. Þið eigið að gera í þessu verkefni sem að ég með núna, þá eigið þið að gera Facebook cover, Facebook post var það sem ég ætlaði að láta ykkur gera, þið eigið að gera program, þið eigið að gera photo collage, þið eigið að gera infograf, eða infografík stendur nú þarna, þið eigið líka að gera poster, síðan, þetta sem ef ég að fara að búa eitthvað til, hér eru það mínar, allt það sem ég hef gert hérna, og af því ég náttúrulega búin að nota þetta í mjög langan tíma þá ég komin með hérna alveg rosalega mikið og af því að ég hef gert svo mikið af hérna because you create Facebook covers, þetta eitthvað nýtt sem ég hef nú ekki séð áður en þetta ábyggilega meiri partur af þessu ábyggilega social media sýnist mér, sjáu logo, Instagram poster, þetta svona meiri parturinn af því Twitter, YouTube social LinkedIn, þannig hér hægt að finna það sem passar fyrir hérna social media. Svo erum við með hérna alveg eitt sem bara sérstaklega Instagram post, þannig að maður geti búið sér til sin Instagram post hérna og byrta svo bara á Instagram. Hér eru póster, þið að búa til póster. Hérna eru Facebook póstar, logos, presentation, documents, Facebook covers, sjáu þið, hér meiri sem hægt að finna CV, ef maður ætlar að fara að sækja vinnu og þá hægt að finna hér eitthvað inn og fylla upp, kort, social media, þetta eru sem sagt flokkarnir, hérna fyrir neðan, þetta allt það sama eins og hér uppi, hérna. Þetta bara önnur leið til að fara inn í þetta að fara hérna niður. Þið eigið svo að byrja á því á eftir að fara að búa til hérna einn post fyrir Facebook því það það einfaldasta sem maður gerir þannig ég ætla að láta ykkur byrja á því. Ég ætla að smella mér hérna inn í hérna
My Designs, þannig þið sjá hvernig það kemur upp þegar ég smelli á það, þá koma hér upp, sjáu þið allt sem ég hef gert, það meira þess að koma hér inn pröfur sem ég hef verið að gera sem ég hef ekki hætt við af því ég hef ekki eitt þeim út, þannig að þær eru hérna inni líka, fara aðeins yfir það, ef ég ætla nú bara að gera hérna design og ég ætla að gera Facebook cover hérna og ég ætla bara að velja þetta hér, þá birtist hérna rétt stærð, þetta er rétta stærðin á Facebook cover. Ég ætla bara að velja þetta hérna og ég vel það sem er ókeypis, frí. Ég get líka valið eitthvað sem kostar og skiptum myndir þar, það sem maður er að borga fyrir eru myndirnar. En ok, ég ætla bara að velja þetta hérna. Dreg það hérna yfir, sjáu þið, og hún smellir þið hérna. Hér breyti ég textanum, því ég ætla náttúrulega ekki að hafa einhvern erlendan texta hérna, ég ætla að hafa hérna bara mitt hár, ok, segjum það, mitt hár og ég þarf líka að breyta því sem er hér á þessu hérna bara, ég sitt bara hérna eitthvað allavega hár bara, nú er ég bara að bulla síðan eru hérna myndir sem eru, þetta eru flotta myndir en þetta er ekki mína myndir, ég vil ekkert hafa þær ég vil hafa myndir sem ég hef sett inn sjálf, þannig ég fer hér inn í kaflan sem heitir Uploads. Ég get líka farið inni og það er sérvídeó með því þar sem ég ætla að ná í upplóta myndir sjálf en nú ætla ég bara að nota myndir sem ég á til sem eru komnar hérna í uploads og þá þarf ég að byrja á því að renna hérna í gegnum myndirna mína hvort ég eigi þá ekki einhverjar myndir með hár hér er mynd með hár, ég get sett hana ok, á ég ekki eitthvað fleira hér á ég einhverja eldgala mynd með hár líka þetta er alveg bara glæsið á ég ekki eitthvað með eitthvað öðruvísi hár hérna svona það sem ég geri sjáði er að ég dreg myndina og smelli hérna í það er hægt að með því að tvísmella hérna á þá get ég aðeins lagað hana því eins og þessu tilfelli þá er hún ekki alveg sjáði hún er ekki á réttum stað nema ég vilji hafa hana svona íti svo hér á Don þá er hún komin kannski vil ég hafa hana svona þetta er bara nákvæmlega eins og ég vil hafa það ef ég vil það ekki þá tvísmelli á myndina og dreg hana niður á réttan stað í einhverju tilfellum geta myndirna verið of stórar og þá þarf ég bara að velja þá aðra mynd done það er líka hægt ef þetta er ekki myndir sem ég vildi hafa að gera undo þá ger ég hérna undo og ég vil fara aftur tilbaka yfir í þessa hérna mynd sem er líka ekki alveg á réttum stað ég vil hafa meira af hárinu sjáði ég vil hafa svona og done af því ég bara sína hérna hárið og þá sé ég þessa hérna mynd að það er ekkert hár á henni þannig ok, þá ger ég það líka færi hana til ef ég færi eitthvað óvart vitlaust sko eins og hérna nú hef ég kannski farið inn í þetta hérna og ég hef fært það sjáðu það lendir hér vísum á það alveg vera hér þetta er ekkert svo sem hérna ljótar að hafa það hérna því þið megi breyta þessu hér ef að ég hins vegar vill hafa þetta núna aftur á nákvæmlega sama stað og þetta var þá myndi ég fara í undo þá færir hún það aftur sjáðu á sinn stað ég gæti líka dregið það og fara með það hérna upp hérna og ég vil ekki hafa það hér ég vil hafa það hérna einhvers stað neður og ég vil ekki hafa það hérna, ég vil hafa það hér en ég vil náttúrulega láta þetta sjást svo getur bara hreinlega verið að ég vilji hérna breytum lit á þessum texta, ég vil ekki hafa svona gulan þá fer ég hérna í stafinn text color og þá get ég valið einhvern annan ég vil hafa hann grænan í stíl við þetta hérna sem er hér og sjáu þið, það er bara komið og að því ég vil hafa þetta alveg ótrúlega skrautlegt og þá vil ég líka breyta þessu hérna og best ég hafi það bara fjólublátt passar það ekki hérna allavega við grænt sjáu þið, þá er ég búin að breyta hérna litnum á þessu ég get líka breytt letrinu þetta letur heitir Siphon hér get ég farið inn í og valið mér eitthvað annað letur ef ég vil hafa hérna sjáu þá breytist það strax eina sem það þarf að muna ef þetta er einhverja auglýsingar eða eitthvað sem maður ætlar að hafa upp á vegg eða eitthvað svo list til dæmis í vinnunni að það þarf að vera læsilegur hérna font ekki velja eins og þessi hér sem maður þarf að hafa maður er bara erfileikum með að lesa úr þannig að ég þyrfti að fara hérna inn aftur og velja mér einhvern annan sem að væri læsilegri ég get líka breytt stærðina að þetta er 23,6 en ég vil kannski bara hafa þetta alveg risastórt sjáðu ég vil hafa þetta alveg upp í 40 þannig að hér get ég fært það
svona, og þá er ég búin að stækka hérna mikið hérna. Ég get haft að bold, hérna feitletrað, skáletrað, undirstrikað og ég get miðja það í kassanum, sjáðu, eða fært það til. Nú er hún búin að koma með þetta vinstri jafnað, að nú er hún komið með adjustment og hægra megin og svo bara í miðjunni eins og hún var með þetta. Hér gæti ég líka verið með bullets ef að það væri í boði og þetta hér er bilið á milli, spacing. Það er bilið sem að væri hérna, þú veist, hvað línan á að vera stór. Sérst, ég get fært það upp í, sjáðu, breytt í alveg allavega. Þannig að þetta er það sem þið þurfið að spá í og svo bara förum við verkefni núna eitt af öðru. Núna er þetta verkefni komið inn í, sjáðu, ef ég fer í Home og Your Designs, þá er hún núna að búa til þetta hérna síðasta sem að ég setti inn. En ég ætla ekki að hafa þetta vídeó neitt lengra. Ég held að þetta sé bara ágætt í bili sem smá kynning á því hvernig þetta virkar.